Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Komiði sæl og velkomin í klefann. Helena Sverrisdóttir, einn stærsta körfuboltastjarna okkar Íslendinga, ætlar að setjast aðeins niður í klefann. Sko, ég held að hún eigi bara met að vera met. Ég vissi bara ekki að það væri hægt að setja svona mörg met í körfubolta. Ég held að hún eigi þau nánast öll, ef ekki bara öll. Helena ætlar að ræða aðeins ferilinn sinn, hvað hún hefur lært á leiðinni. Svo er hún að þjálfa í dag, við ætlum aðeins að ræða það og fleira. Samstarfsaðilar klefans auðvitað fá þau shoutout, mjög gott shoutout. Ég er bara svo þakklátt fyrir þessi samstörf. Útilíf, en þar færðu allt fyrir íþróttunar, skór, fatnaðar og fleira. Íþróttaverslanirnar eru 2 í Smáralind og Kringlunni. Það er sem sagt rauða lógóið og svo er græna lógóið í Skeifunni, en það er útivistarverslunin. Hún er mjög falleg. Ég held að þið ættu að kíkja þangað. Er erfitt að fara ekki út með eitthvað þaðan. Hafið fiskverslun, þar má finna veislumat. Og það er bara svo þægilegt að fara bara hana inn, horfa við borðið og velja bara eitthvað gómsætt og eina sem þú þarft að gera er að setja þetta í ofnin. Voilà, hollumati fyrir alla fjölskylduna. Good. Sko, ég finn að ég er duglegri að bragðbæta matinn minn með vörunum frá Good, sírópið fyrir hafragrautin, hnetusmjörið fyrir eplið og ég skal bara viðurkenna það að ég fæ mér oftar en stundum, teskeið af súkkulaðinu og ég bara svona kjamsa á því. Það allavega uppfyllir mína sætuþörf. Heilsuhillan frá Artasan, en þar finnurðu allt fyrir heilsuna, vítamín og meðal annars Nutrileng sem ég er alltaf að tala um. Og PS, sko, við Helena eigum það sameiginlegt að við erum að taka Nutrileng, enda gamla kempur, sko. En já, ok, ef við ekki bara vinda okkur í þáttin. Komdu sæl, Helena. Sæl. Og velkomin í klefann. Takk fyrir að fá mig. Herðu, við ætlum að ræða ferilinn þinn og körfubolta. Já. Nú ert þú svona, getum við ekki sagt, farsalasta körfuboltakona landsins, meðan þú varst að spila. Jú, ég held að bara. En það ekki, sko ég var að googla þig til þess að ég ætla að þylja eitthvað upp, en ég held að ég geti talað í svona hálftíma að lesa það sem ég fann, en ég ætla samt að segja það sem að ég fann svona í stuttumáli, að afrekin hjá þér eru rosaleg. Það stendur flestir landsleikir spilaðir, flestig og flestar 3 stiga körfur fyrir landslið, lengsti landsliðsferillinn, flestig skorið í lokaúrslitum Íslandsmeistaratitilinn, oftast valinn besti leikmaður Íslandsmótsins, yngst til að vera valinn besti leikmaður Íslandsmótsins, flestar þrennur á Íslandsmóti, yngst til að skora 30 stig í leiki efstu deild, stigahæsta konan í bandaríska háskólaboltanum. Ég var bara móð að segja þetta og þetta er ekki einu sinni allt, en þetta er ekkert smá flott afrek. Já, það búið að vera langur og góður ferill. Já, þú ert sko 12 ára skilst mér þegar þú spilaði þinn fyrsta meistaraflokksleik. Já, það passar. Það er eitthvað styrlað að hugsa það því að þegar ég horfa á 12 ára krakkan okkar í dag er ég alveg svona, nei, þetta er nú ekki alveg, þau eru ekki alveg tilbúin, en það voru líka kannski aðeins öðruvísi tímar og svona, en já, 12 ára. Og hvernig var það? Sko, við vorum svona að byggja upp Haukana aftur, það var til kvennalið þegar ég, þú veist, bara áður en ég fæddist og svona, síðan datta aðeins út þarna og pabbi minn var formaður og þjálfari og við vorum svona hægt og rólega að byggja upp lið og vorum búin að vera í yngri flokkunum og vorum síðan með, þú veist, það voru einhverju stelpur sem var aðeins eldri ég, sem voru það tilbúnar í meistaraflokkin og já, þannig að maður fylgdi bara þarna með. Og varstu þá að spila með mörgum flokkum líka á þessum tíma eða? Já, eiginlega kannski bara upp alla yngri flokkuna, þá, þú veist, ég strax komin að meistaraflokk þegar ég á bara að vera í, þú veist, 7. flokki En hvernig eru flokkarnir? Já, þetta er eiginlega eftir bekkjum, þú veist, það ert í 7. bekk, þá ert í 7. flokki, þá ert í 8. bekk, þá ert í 8. flokki. Ó, er það bara alltaf 1 ár í einu? Já, og færist þannig upp og síðan eftir grunnskóla þá í dag kallast þetta, þú veist, 11. flokkur og 12. flokkur sem er þá menntaskóla árin, en á þessum tíma hét þetta, þú veist, stúlknaflokkur og ólingaflokkur. Já, okay. Og svona maður talar eiginlega alltaf þetta þannig. Ok, en ég fann nefnilega grein sem stendur 12 ára, þá ætlaði bara að vera best á Íslandi. Já, ég bara frá því ég man eftir mér, þú veist, þá lifði ég bara fyrir íþróttir, bekkurinn okkar í grunnskóla
þú veist, ég held við endum 3 að vera atvinnumenn í íþróttum og þú veist, það var rosa mikið keppni bara í öllu, þú veist, hvort sem það var skólasund eða þú veist, eitthvað út í hlaupi. Og hverju voru hinni 3? Bjarni Þór, Viðars og það var ég man ekki hvað hann heitir, einn handboltastrákur. Okay. En og líka Hjörtur Logi sem var í fótbolta. Hjörtur Logi Valgarsson. Já, þannig að þú veist, þetta voru sterkir íþróttakrakkar þarna í þessu svona þegar ég alast upp. En já, ég bara einhvern veginn, ég var alltaf í fótbolta líka og síðan þetta kannski, þú veist, 12, 13, þá ég að velja körfuna og bara sé að, þú veist, mér gengur vel og ég bara fulla sjálfströsti og bara, ég ætla bara að vera best. Ég tók bara það okkur. Og varstu hávaksin á þeim tíma? Já, ég man allavega eins og í fermingunni, þú veist, þá var ég orðin 1,78 eða eitthvað. Ég var orðin alveg hávaksin og hérna bara svona líkamlega sterk. Þú ert sko, samkvæmt Wikipedia, þá ertu 1,84 í dag. Já. Og kíló, stendur ekki alveg. Nei, ok, þannig að þú ert kannski 1,78 og svo ertu núna 1,84. Ég var sko 1,75 því ég fæmdist og ég hef ekki stækkað millimetri. Já, ég held að það sá frá. Ok, en þú veist, þannig að 12 ára og hérna, þú veist, varstu það að taka aukaæfingar eða þú veist, varstu bara með hugafarið svona þegar þú horfir tilbaka eða hvað var það? Já, ég var alltaf bara að æfa mikið eins og hún segja, þú veist, ég var kannski í mörgum flokkum þannig að maður var einhvern veginn bara, þú veist, alltaf á æfingum og mér varst ógeðslega gaman að vera bara í íþróttahúsinu ég segi pabbi var formaður þannig að maður var einhvern veginn bara alltaf þarna og þú veist, mér varst ógeðslega gaman að vera á ritaraborðinu, þú veist, þegar einhver annar að keppa þá þarf einhver að vera að skrifa skýrslu og vera á klukkunni og svona, mér varst ógeðslega gaman þannig að já, ég nefn bara, þú veist, þetta var bara það sem að mér fannst langskemmtilegast, það var að vera upp í húsi og maður var eiginlega bara annað frá því að skólinn kláraðist þangað til að komið tíma að fara heim og sofa, sko. En hérna, þetta er nefnilega svolítið skemmtilega tíma og svolítið gaman og bara nú erum við báða mæður, það er óslega gaman þegar börnum hans eru bara hangandi upp í íþróttahúsum. Já, allan daginn, sko, ég með dóttur mín í fyrsta bekk og hún og vinkonunnar eru alveg all-in bara og hérna voru að plana það bara, heyrðu, við tökum bara frístundabílinn á föstudaginn, förum upp í hús og förum á æfingu og svo förum við bara í gistipartí og ég var alveg, hvað ætlaði að fara að gera upp í hús? Já, bara skotæfingu og hvað, ég alveg, ok, geggjað, þú veist. All for it, sko. Já, nákvæmlega. En æður einhverja aðra íþróttir? Já, ég prófaði allt. Ég prófaði handbolta og svona, en ég var í fótbolta líka og það var eiginlega svona fyrst var ég ástfangin á fótbolta, fannst það alltaf ógeðslega skemmtilegt og ég var samt alltaf að æfa körfuna líka því að bara svona fjölskyldan er í körfunni og síðan, já, bara svona hægt rólega það færist maður yfir í körfuna meira og ég var samt einhvern veginn, ég hætti fótbolta, þú veist, 13 ára en tók alveg nokkur sumur eftir á, þú veist, að því að karvan var ekki á sumurinn, þá var ég, þú veist, tók ég nokkur svona fótbolta sumur áfram. Sem er bara geggjað. En ok, þannig að þú elst upp í Haugum, þú varst að spila einhvern veginn fyrir eitthvað annað félag, þú veist, svona fyrir þennan á þessum tíma? Nei, bara, eins og ég segi, þú veist, mamma var í körfu líka í Haugum, pabbi formaður og var sjálfur að spila á sínum tíma, þannig að, þú veist, við erum bara Hauga fjölskylda alveg í gegn, sko. Alveg í gegn. Ok, en hérna, þú ert í hvað skóla fórstu, menntaskóla fórstu? Herri, ég fór í Flensborg, þetta var á þessum tíma sem að, þú veist, menntaskóla 4 ár, það var sérst búið upp á svona hraðbekk. Ég var náttúrulega bara á leiðinni út í háskóla, þannig að hérna var fljótast eitthvað það að fá að komast inn á hraðbekk og taka Flensborg á 3 árum. Svo kemist út sem fyrst. Já. Og í hvað skóla fórstu? Herri, TCU, Texas Christian University í Fort Worth, sem er bara rétt fyrir utan Dallas í Texas. Já. Ok, Christian, var þetta trúarlegu skóli? Upphaflega allar hann er stofnaður, þú veist, 1800 og eitthvað, þá var það þannig, en það er ekkert svona affiliation lengur, það er ekki svona tenging en þá. Það er ég held að sé eitthvað 12 kapellur á campus eða eitthvað, en ég fór ekki inn í eina þeirra, þú veist, og þetta hafði ekki áhrif á mig, sko. Nei, ég var í Clemson University sem er á Biblíubeltinu í Suðurríkjunum og með að við hvernig þú lýsa þessu þá verðist ég hafa fundið meira fyrir því. Já, einmitt, það er einmitt núna gamli liðsfélagar sem eru að spila í Liberty University sem er á þessu svæðana og hérna það er heldur betur að finna fyrir þessu enda í dag, sko. Já, þetta er smá fyndið. Herðu, og það var nú tilkynning nýlega að 4. október þá ert þú tekin inn í fræðarhöllina. Já, þeir hérna hefðu samband fyrir nokkru vikum og segður hefðu kosið mig inn í hann Hall of Fame í skólanum. Þannig að það er bara geggjað. Ég á plana sumarfrí með fjölskyldunni í júní að vera í Texas en við þurfum þá bara að fara aftur í október. Já, það er geggjað. Og sko þú varst allan á þessum tíma, þú varst úti 2007 til 2011
og þú varst stóðsendingahæsti leikmaður í sögu skólans, 4. stigahæst og í 5. sæti við flesta stólna bolta. Já. Þú ert svakaleg. Ég svona kannski all-around leikmaður, margir sem kannski eru góður í einhverju einu, ég ger allt bara svona, gera svona sitt lítið öllu kannski. Ok, byttu, ok, þannig að fólk, þeir sem hafa körfubolta hafa náttúrulega bara sína styrkleika eins og bara auðvitað allstaðar, en þú varst svona bara freka góð í öllu þá. Já. Og 3 stiga skotanum virðist vera líka. Já. Hvernig verður maður góður í 3 stiga? Bara æfing held ég. Þetta er svona að blanda æfingu og sjálfstyrsti. Þú veist, þess að Steph Curry sem á að vera besti skotmann í dag, þú veist, hann tekur held ég 500 skot á dag eða eitthvað og það er búið að reikna það út að það er nú ansi há tala þegar þú ert búin að spila í NBA þetta mörg ári sem hann er búin að gera. Já. En þetta snýst rosalega, þetta er bara svona vöðva minni, þú veist, að því að þegar þú ert að skjóta einn inn í íþróttási, það er enginn að trufla þig, það er ekkit áreiti eða neitt svoleiðis, en þú veist með ákveðið skotform sem þú ert svona fullkomna. Já. Og því ofta sem þú gerir því þú veist, verður líkaminn betri í því náttúrulega og síðan þegar þú fer inn á körfuboltavöllinn og það er andstæðingar, það er einhver hlaup út á móti, það er einhver öskra bak við þig. Þú veist, karfan er það mismunandi náttúrulega þegar maður spila útivelli og heimavelli, þú veist, er veggur rétt bak körfuna, er langt frá veggnum, þú veist, þá sérðu það aðeins öðruvís á körfuna. Já, svona dimension. Já. Og það, þú veist, þetta er alls konar svona pælingar en það snýst bara held ég svona vöðva minni, þannig að þetta er bara, já, æfing, en svo líka bara sjálfstraustið, sko, þegar þú ert að skjóta, þú veist, ég er að fara að skjóta til að hitta en ég er ekki bara að kasta honum upp, sko. Ok, hvernig æfir sjálfstraustið í þessu? Góð spurning, sko. Það bara að hitta. Já, það er náttúrulega partur af því og ég hef alltaf sagt að ég nú er ég að þjálfa unglingastelpur, þú veist, ef þeim líður illa með skotið sitt, vertu duglega að fara að taka aukaskot. Þannig að partur af því er líka bara, þú veist, að sjá boltan vera dett honni og vera, þú veist, að taka þessi aukaskot, auka dribbl og svona, þannig líður betur með boltan í höndunum. En svo er þetta líka bara, þú veist, að hafa trú á því að sérst að gera, að þó ég klúðri nokkrum, þú veist, þá veit ég að ég er búin að undirbúa mig, þú veist, ég er tilbúin í þetta verkefni, þannig að þó ég klikki nokkrum, þá veit ég alveg að það eru jafnmikla líkur á að næsti fara honni, sko. En ok, þannig segjum að þú ert að spila einhvern stóran leik, hvort sem er landsliðinu eða úti eða hvað, og ég myndi svona ímynda mér að það væri svolítið stólað á þig, og þú veist, þú alltaf manneskjan þá sem að tekur erfiðu skotin eða þú veist, hvað ef að þú hittir ekki og þess að þetta bara, hefur það áhrif á sjálfströsti hér? Þú veist, maður gæti alveg á þetta að gerast, ég leta einhvern veginn ekki hafa áhrif á mig, auðvitað, þú veist, situr það þungt ef þú átt kannski loka skotið sem að, þú veist, þið hefði getað unni leikinn, en leikurinn náttúrulega, þú veist, þú tapar hann ekki á einu skoti þó að þið líði þannig in the moment. En já, það er einhvern veginn bara, þú veist, ég veit ekki hvað en þú veist, ég hef aldrei fundið fyrir stressi, þetta maður er bara svona spenna bara, ég get ekki beðið eftir að fara á völlinn og þú veist, fara að þú veist, sína hvað ég get og eitthvað svona þannig að þú veist, maður var alltaf tilbúin að vera með boltan í höndunum og mér leiði alltaf bara eins og, ok, ég get búið til besta skoti, hvort sem var fyrir mig, en ég var líka alveg, þú veist, duglega að finna aðrar, þú veist, ég maður bara eins og vorum í lokaúrslitum ásvöllum, þú veist, með tróðfullu, þú veist, sal og vorum með eina stelpu sem er í háskóla í Bandaríkjunum núna, Sigrún Björg, þú veist, ég man ekki hvað hann var, 17 eða 18 ára, þú veist, og hún setur 3 skot eða eitthvað í fjórðarleikluta og það var bara, þú veist, ég var bara eitthvað að dræfa, þú veist, vörðin kemur inn, kikka út að því ég hafði fulla trú og hún myndi líka setja hann, þú veist, oft búin að æfa þetta og svona, þannig að þú veist, það er líka bara partur að taka réttu ákvörðuna, en ég trúði alltaf alveg, já, ég get gert það, þú veist, ég get annarkvært fara að skora eða ég finn einhvern sem er opinn. En ef að þú ferð og hittir ekki og svo ferði næstu og hittir ekki, þú veist, ert að fara að taka skoti í þriðja sinn? Já, þú veist, ég var oft með bara eitthvað svona, þú veist, segjum ég sem múin að klúra 3 stegi í röð ok, þá ætlum ég að fara að skora leigja fyrst að þá sé ég boltan frá onni í körfuna svo maður ég taka aftur þrist, þú veist, þannig ég kannski segi nei við 4. skotinu ef ég er búin að klikka 3 í röð, eða ég var ekkert með kannski einhverja ákveðna reglu, en bara það til dæmis að komast á vítalínuna, þú veist, þá er ekki fyrir mér, þá get ég bara tekið mína rútínu, fundi skotið, heyrðu okkur, ég síðan þetta onni, þá er ég alveg tilbúin í næsta 3 stegi skot. Þannig að þetta er svona smá visualization svona, þú veist, í action væntanlega, þú veist, þannig að þú sér boltan frá onni þá ertu bara, já, hann þú veist, triggerinn minn. Það er ekki eitthvað lokað fyrir, þú veist, ég get alveg haldið áfram að skjóta, það þú veist, hann mun þetta næst eða svo list, þannig já, þú veist, það er alveg svona tvennt ólíkt að vera bara skjóta til að skjóta, ert að skjóta því þú ætlar að skora boltanum. Ok, ekki, en notaður svona hugarþjálfun eða eitthvað svoleiðis? Já, ég held að, þú veist, á þessum tíma þegar við erum orðin svona alvarlegur meistaraflokkur, við erum samt bara mjög ungar, þá var Ágúst Björgvin svona þjálfa okkur og Hafrún Kristjáns sem er íþróttasálfræðingur, þau tengjast og við fengum bara frábæra hugarþjálfun strax 16-17 eitthvað sem að ég held að á þessum tíma var ekkert mikið af því allavega. Nei.
og þarna lærir maður einhvern veginn svona að nýta tækifærið rétt á hann að fara að sofa, þá ég að liggja upp í rúmi og að hugsa eitthvað svona og alls konar bara svona sjálfstal og svoleið sem að maður læriði bara snemma og svo finnum maður bara svolítið svona hvað hendar. Varstu með einhverja svona möndru eða einhver hjátrú? Ekki mikið sko, en mér fannst mjög þægilegt svona fyrir leiki að svona rétt á hana uppbytunum varð svona allir saman að þá ég kannski að gera bara eitthvað svona drippla á miðjunni og bara sjá fyrir mér alls konar svona stöður, bara ég að grípa boltan þarna, þetta að gerast og svona eitthvað sem ég var kannski ekki, þú veist, maður hefur gert miljón sinnum en bara svona fínt að standa á gólfinu og þú veist, horfa á þetta, vita móti hvernig ég að keppa og svona sjá þetta þannig fyrir mér, en ég ekki, þú veist, það var heldur neins svona eitthvað hjátrú eða neitt sem ég varð að gera eða eitthvað. Nei. Ekki sé mann eftir þetta. Nei, ok. Sko, þegar þú ert að fara að keppa við eitthvað lið eða þið að fara að keppa við eitthvað lið, þá alltaf vídeofundir hjá öllum þessum bolta íþróttum. Geturðu bara sagt mér aðeins frá því, þú veist, þegar við sem komum á einstaklingsíþróttunum ekki alveg með þetta á hreinu, þú veist, þið tækileiki hjá andstæðingnum og brjótaði niður og svo farið þið einhvern veginn yfir þetta, hvernig virkar þetta? Já, þetta náttúrulega, þú veist, eins og íslenska deildin, þetta eitthvað risadeild, þú ert að spila við sömu liðin kannski, þú veist, 4 til 6 sinnum á ári eða eitthvað. Og svo eins og núna eins og í úrslitakeppni, þú veist, þá getur verið að taka leikin úr aftur að spila við nákvæmlega sama lið, þú veist, eftir 3 daga og ert að skoða bara svolítið svona, ok, hvað, þú veist, bæði sóknarlega og varnarlega, þú veist, hvað þær að gera, hvernig voru við að spila þegar við stoppuðum þær og hvernig, þú veist, hvað gerðum við mistökin þegar þær skoruðu. Og síðan sóknarlega bara, heyrðu, sjáu í þetta kerfi, þegar við gerum svona, sjáu við, fá mann alltaf, þú veist, á ákjósanlegan stað. Þú veist, það ég körfubolta, það snýst ekki alltaf að skora, þú veist, fékkstu besta tækifæri til að skora, þú veist, við fengum upp í leið, fengum upp í skot, þú veist, það það sem þú veist kannski að leita eftir. Þannig já, vídeofundin það alveg, og þetta mismikið hvað þjálfarar gera í því að kafa svona djúpt, en það rosalega hollt, eins, þú veist, þetta getur alveg verið svona erfitt að sjá sjálfa sig bara guð, gerði ég þetta, þú veist, og sérstaklega þessi háskóla, þeir eru alveg mjög harðir þannig bara, þú veist, þú ert alveg tekinn fyrir og hérna heimar kannski aðeins meira svona sjáu því stelpur, ekki svona eitthvað að reyna kannski pinpoint á einn, þó að séu þetta alltaf þannig og þú veist alveg sjálfur, heyrðu, já, þetta var ég að gera þarna feitmistök, skilur, en ég held að það sé svona ógeðslega hollt líka, því þá ertu bara svona, vá, akkur ég svona lélegri varnarstöðu, akkur staðsetjið mig þarna en ekki þarna og ég held að bara, það gefur þér svona auka skilning á leiknum líka. Já, ég sé, sko, ég var svo lengi í einstaklingsíþróttum, ég var í handbolta fyrst, sko, en þá vorum við ekki komnar í þetta allt, sko, en ég sé stundum ekki, þú veist, kallið minn, hann bara eitthvað, þetta var geggjað, þú veist, alltaf þegar þeir gera þetta, þá gerist þetta, og ég bara eitthvað, vá, hann óslega góða formi, þú veist, flott skot, þú veist, ég sé þetta ekki, sko, þannig að ég hef verið að spá í, þú veist, hvernig þessir vídeofundir fara svona kannski almennilega fram, en, já, og hvað svona, þú veist, því eins og segir, það getur verið erfitt að sjá sjálfan sig, þú veist, ferðu heim og er bara eitthvað, ok, ég þarf að laga þetta og þú veist, eða fáið þið eitthvað svona sérstök verkefni hver og einn þá auðvitað í kringum þetta eða? Það er kannski misjátt, sko, oft eru vídeofundir kannski beint fyrir æfingu, þú bara sér svona, heyrðu, já, þetta er lélegt hjá mér, skilur ég, þegar það er sagt við þig, bara, heyrðu, þú þarf að gera betur hérna eða stíga herra upp á skríninu, hvað sem það er. Svo fer maður oftast niður á gólfi og getur þá kannski reynt að, þú veist, það er líka auðveldar fyrir þjálfara, bara heyrðu, þú veist, hann er búin að sýna þetta, búin að reyna að segja þetta, þannig að þú veist, núna verður við kannski að gera þessa breytingu. Já, og ákveða kannski kerfin sem virka á liðin sem að þau eru að gera hitt og þetta. En hvað fannst þér svona með háskólan, hvað fannst þér svona, þú taka mest út úr ykkur, bæði sem íþróttakona og bara sem manneskja? Sko, þetta var mikill skóli, þetta er náttúrulega svona frekar harður heimur, þess að þegar þú kemur inn og sérstaklega eins og í körfubolta og örgulega fleiri íþjóðum, þú veist, þegar þú ert nýliði eða freshman, þú veist, þá áttu bara ekki rétt á neinu. Við heim erum alltaf bara, ég er nógu góður að spila ég, en þannig úti þú veist, þetta misjast eftir skólum og þjálfurum. Þá þarftu svolítið kannski að sanna þig, en það sem að, þú veist, er öðruvísi til dæmis þarna og síðan þegar ég fer í atvinnum heiminn, þarna er ég bara í einhver algjöru bómull, í ykkur svona bublu bara með 4 körfuboltaþjálfara, næringarfræðing, styrktarþjálfari, nokkra sjúkraþjálfara, lækni, þú veist, það var mjög mikið utanumhald og ég, þú veist, maður þurfti bara að nýta það náttúrulega til þess að, já, sem fá sem mest út úr því kannski. Já. Og það sem ég tók kannski mest út úr þessu var bara, þú veist, ég lærði leikinn bara, ég var bæði að spila leikstjórnanda og svo, þú veist, ég byrjaði oft leikinn leikstjórnanda, svo var ég orðin framherji,
svo var ég kannski á kantinum, þannig að ég held að það, svona, ég græddi kannski svolítið mikið á því og ég held ég að vera svolítið heppi með það að hérna, þjálfarinn hafi bara fulla trú á mér og gaf mér ákveðið frelsi inn á vellinum til þess að gera alla þessa hluti. Þannig að síðan þegar ég fer í atvinnumennskuna þá er ég allt inni orðin, þú veist, kantmaður. Ég var ekki leikstjórnandi og ég var ekki framherji, heldur var ég á kantinum, sem var eitthvað sem ég, þú veist, það tók mig alveg smá tíma að venjast. En hérna, svona, þessi skóli, þessi undirbúningu sem ég fekk, gerði mig alveg tilbúna bara í að takast á við það. Ok, og atvinnumennska, hvert ferði fyrst? Slóvakíu? Já. Hvernig var svona, ég hef ekki komið þangað? Nei, sko að fara úr ríkum einkaskóla í Bandaríkjunum í Slóvakíu, í næst stærstu borgina, er samt alveg svona í austurhlutanum, með landamæri við Rúmeníu, Ungverjaland, Úkraínarna rétt já, þú veist, þetta er náttúrulega bara langt frá okkur. Þetta var bara mjög þroskandi og ég held að ég sé bara einhvern veginn svona betri manneskja eftir að hafa gengið í gegnum þetta. Þú veist, við vorum alveg mjög vel settar, fengum bara mjög flotta íbúð, áttum allar í liðin, áttum heim á 7. hæð í einni svona flottri blokk sem var þarna. Já, ok. Það eigandi bara keypt hérna hæðina. En svo, þú veist, hendi maður ruslinu sínu og þá voru sígaunar að leita í ruslinu, þú sjá hvort þeir gátu fundið eitthvað og þá voru krakkar að betla og svoleiðis, þannig að þetta var mikið stökk allavega úr þessum hana ríka einkaskóla þar sem allir voru á ykkurum risa jeppum og flottum bílum og allt til alls í að fara síðan í þetta, sko. Já, bara algjör reality. En hvernig fannst þið körfuboltinn vera þarna með að við bara hér og í Bandaríkjunum? Hann var mjög sterkur, þetta voru svona bestu leikmennirnir úr, frá öðrum stöðum, eða við svona, það var samansett þarna, bara mjög gott lið, þá voru nokkrar svona ungar slóvaskar stelpur í liðinu og síðan voru þetta allt atvinnumenn, þú veist, það voru 2 Bandaríkjamenn, svo voru við kannski 3-4 frá einhverjum Evrópulöndum, allt landslið stelpur, við vorum að spila í Euroleague sem er besta deildin í Evrópu, fórum langt þar, þannig að við vorum bara, ég var bara í frábæru liði, en þú veist, íþróttahúsi, þú veist, ef Íslendingar myndi sjá þetta var bara, guði, þetta íþróttahúsi sem að, þú veist, 4. besta liði Evrópu er að spila í, þú veist, það er svona, þarna var líka munur, sko, og líka, þú veist, það er ekki tækt að bera saman Bandaríkin, sko, þarna. Nei, ég held að sé fátt hægt að bera saman við það. En hvernig, þú veist, gekk í samskipti við þjálfaran og bara liðsfélagana, þú veist, nú er allir svona frá ýmsum löndum og þess að þar. Já, maður tengist þetta svolítið, þú veist, ég var ennþá bara mjög góð vinkonu sem vorum að spila saman á þessum tíma, en kannski svona stærsti lærdómið minn var bara að ég fer úr þessari bublu hann í Texas, það sem allir er að passa upp að þig og alveg bara svona gera allt fyrir þig, í að þú veist, nú stendur maður bara svolítið á eigin fótum, maður ert ekki standa þig, þú bara spilar ekki. Þú veist, það er ekkit eitthvað svona, kotti hérna litla helina mín, þú veist, þú þarft að fá hérna aukakennslu, nei, þú eru bara að finna þetta sjálfur. Og ég læriði bara strax bara að ég þarf bara að eiga góð samskipti við þjálfaran, bara ég skildi ekki okkur ég var ekki að spila, talaði þá við hann. Þú veist, ekki sita bara fúl út í horni, þú veist, bara spurði þjálfaran hvað er það sem maður vantar og þá fekk ég bara skýr svör á því og þá reynir maður að vinna í því eða reynir að breyta því og þú veist, oft er þetta bara ósanngjarnt, skilur, hann bara fílar þessa gælu meira en þig og hún bara fer að spila meira, þú veist, og maður þarf bara að díla við það, að sjálfsög. Og fyrstu mánuðinu voru alveg erfir, ég var ofta að hringja með pappa bara grátandi, bara ég er miklu betur núna, ég skil ekki okkur, ég er ekki að spila meira eða, þú veist, og var alltaf vön að vera eitthvað algjör súperstjarna, sko. En hérna var ég flottu hlutverki svo sem manni langar alltaf í meira og hérna skildi ég okkur, ég var ekki að byrja inn á og okkur svona. Þannig að það var svona stór lærdómur, svolítið, maður bara stóði sín einum fótun og ef mér vantaði að, þú veist, æfa meira þá þurfti ég bara, þú veist, gera það sjálf, það var ekki sagt bara, það er hérna laus tími hérna, þú veist, þú þurfti bara svolítið að kafa eftir þessu sjálf. Og hvernig var svona stemningin á leikjum og þess að þar? Það var bara geggjur stemming, þú veist, allir í bænum einhvern veginn stóða bak við okkur og þú veist, fólki þekkti mann alveg í búðinni af því þeir, þú veist, það var allir svona fans en hérna, og já, það var alltaf, þú veist, þetta var ekki risastór höll en þú veist, það var alltaf fullt á þessum Evrópuleikjum og þetta var svona, þetta var alltaf skrítið því Evrópuleikjum voru alltaf að spila bara hörkuleiki síðan voru við einhvern veginn langbestar í Slóvakíu þannig að á laugardögum spiluðu alltaf í heimadeildinni, rústuðum því yfirleitt og svo á miðvikudögum voru alltaf að spila Euroleague og það voru náttúrulega alveg erfið leikir. Okay. En eins og varst að tala um þessar áskoranir, þú veist, hvaða ráð myndir hafa þegar, þú veist, þú ert að þjálfa í dag og ert kannski að vera að þjálfa svo lengur og eitthvað, þannig að einhverju leikmannum áttur að upplifa að þú sett ósanngjarn og svona, þú veist, hvað myndir þú segja við þessa leikmann að koma bara að tala við þig og fá leiðbeiningar eða? Já, ég held einhvern veginn, þetta samtali í þessi stað, því að þú getur verið líka bara með eitthvað svona ranghugmyndir. Já, hann er ekki að spila mér út af þessu, en það er kannski einhver allt önnur ástæða fyrir því, þú veist, og hérna
þú veist, ég held að flestir þjálfarar séu alltaf tilbúinir að tala og eiga gott samband við leikmennina sína, annars væri maður örugglega ekki þjálfari, sko. Þannig að, þú veist, ekki bara einhvern veginn að sitja út í horni og pirra sig yfir einhverju, heldur frekar að reyna að taka stjórn á þessu sjálfur og sjá hvort að þessi, ég meina stundum það eitthvað sem þú getur kannski ekki breytt, en get ég þá komið með eitthvað annað, get ég, þú veist, bætt mig einhverju öðru í staðinn eða, þú veist, reynt að gera mig eftirsóknarverðari á einhvern hátt. En finnst þér allir þjálfarar vera svona meðtækilegir fyrir þessu samtali? Ég hef allavega ekki lent í því að þjálfara hefur verið bara, nei, ég vil ekki hlusta að þig, þú veist, ég vil ekki segja neitt. Oft er þetta kannski, þú veist, ekki góð svör sem þú færð, en þú ert allavega að sýna honum þá, heyrðu, þú veist, ég vill gera betur, ég vill, þú veist, þóknast þér. Já, og þá, ég meina það er þá þú sem maður reynir, og síðan ef þetta er bara eitthvað glata samband, þá kannski þá má bara koma sér eitthvað annað. En fórstu, svo nefnilega ferðið til Ungverjaland, fórstu beint frá Slóvakíu þangað? Já, ég var í 2 ár í Slóvakíu og það voru sko, ég þurfti 2 flug til að komast til Íslands og ég var náttúrulega þarna búin að vera úti í 6 ár, komið smá svona heimþrá eða svona, þú veist, vildi komast heima því að stundum fengum við kannski 2-3 daga frí, allir bara hoppa upp í flugvél og voru komin heim og ég alltaf bara, já, ef ég fer upp í flugvél núna þannig að ég 3 klukkutíma á Íslandi svo þarf ég aftur að fara og taka layover í þarna, þú veist, þetta var alveg svona vesen, þannig að ég hugsa, ok, og svo var mjög ánað þarna, en svona langaði, þú veist, í eitthvað nýtt og langaði að komast nær Íslandi, en síðan endaði ég klukkutíma frá í Ungverjalandi, reyndar nær Budapest sem að flaug síðan til Íslands, en hérna, já, það var ekki alveg kannski, ástæðan að komast nær Íslandi tókst ekki alveg, en ég var síðan átti bara mjög gott ára í Ungverjalandi og það var svona, þú veist, það var einhvern veginn betri umgjörð í þeim klubbi, þá ég mein, ekki kannski endilega utanumhaldi heldur, þú veist, húsið var aðeins betra, ungverska deildin er líka miklu sterkari heldur en slóvaska, það eru fleiri lið, þú veist, það eru 5 eða 6 lið þar sem taka þátt í þessum Evrópudeildum líka, þannig að þú veist, ég komst alveg betri í körfubolta allavega svona í heimadeildinni og svoleiðis. Og fannst þér þú vera að bæta þig mikið að vera þarna úti og Já, bara gekk vel, við vorum með, þú veist, maður fær alltaf svona mismöndi styrktaþjálfar, þú náttúrulega ert alltaf sjálfur oftast að gera eitthvað ákveð sem þú veist að hendar þér. Svo vorum við með eitthvað styrktaþjálfar sem að elskaði hérna TRX-bönd og hjól og sunnudagar voru alltaf hjá henni en þú veist, þetta var samt svona, þú veist, ég veit ekki, maður svona var það sterkari á einhvern annan, þú veist, maður komst út í því sem maður var vanur alltaf að gera og ég held að það hafi alveg hjálpa líka og henni mann alltaf eftir, þú veist, einn af síðustu leikjunum eða svona, já, í februar, mars þá erum við að spila í Tyrklandi og ég átti bara eitthvað 30 stig að leika eitthvað og þá var ég alveg, ok, ég er allavega, þú veist, ég var ekki búin að ná því áður að spila, þú veist, með 30 stig í Eurocup eða eitthvað. Já, þannig að ég held að ég hafi alveg verið að, þú veist, maður náttúrulega er í þessu tækifæri til þess að vera að æfa 2 svona dag og með góðum stelpum og svona. Algjör draumur, var ekki drama? Jú, pottet fullt sko. Já. Þú veist, ég er svo lélega svona að muna svona eitthvað details. Það er alveg vandræðilegt en þannig, jú, það var, þú veist, þetta kom það oft upp og sérstaklega, þú veist, eins og í Ungverjalandi þá voru fleiri ungverjar í liðinu. Já. Þú veist, ég held að þær hafa verið af 12 kannski voru þær 6-7 við vorum svona, nei, við vorum eins og bara 4 við vorum 4 svona utanaðkomandi af 12, þannig að við erum bara svolítið svona stóðum saman svolítið 4 byggum einhvern veginn saman og hérna, jú, það var alveg, kom alveg upp alls konar svona, en þú veist, maður bara þurfti að díla við það. Þetta er þroskandi. Hvenær hérna byrju, eftir þetta, svo flytur bara heim? Nei, svo þetta ekki 1 ár í Póllandi líka. Já, ok. Já, ég klára Ungverjaland, aftur er eitthvað svona að reyna að komast nær Íslandi og hérna fyrir til Póllands og var reynda bara 2 tíma frá Berlín, þannig að það var hægt að fljúga beint þangað. Og þannig er ég kom, þú veist, í Póllandi þá er ég komin í fjarsamband, Finnur bjó hérna heima og ég var úti og það var eitthvað, það gekk betra að því ég var svona alveg Berlín og var að fljúga, þú veist, við hittumst ekkert mann í London í, ég veit ekki, sólarhringa eitthvað, þú veist, það gáði svona aðeins, þú veist, maður gáði aðeins reynda að komast heim. En já, ég bara einhvern veginn þannig já, eftir Pólland síðan búin að vera úti hvað ykkur 8,5 ári eitthvað og var bara, veist, ég var rosalega orðin bara svona með vanta þess að svona eitthvað staðfestu, veist, vera eitthvað staðar þar sem eitthvað sem að ég get kallað heimili og það var, þú veist, það var eiginlega ástæðan fyrir að eftir síðan Pólland þá kem ég heim. Og ferð í Hauka? Já. Ok, en sko þú ferð aftur í Hauka en svo bara ekki langt síðan, þá fórstu svo í Val? Já, það var þannig, ég kem í Haukana og við förum alveg í úrslitadeginum, við töpum 8 leik, síðan árið eftir þá er ég ólétt eignar stelpuna mína og síðan 2018 á vinnu við Haukarnir og alveg bara, þú veist, þarna var ég að vinna með litlu stelpunum sem ég var búin að vera að þjálfa í mörg sumur
bara geggjaður titill og allan hennan tíma umboðsmaðurinn minn sem var bæði við bara góðu vinur og hafði þjálfað mig þegar ég var yngri hann var alltaf bara, come on, þú hefur svo mikið að gefa körfubolta, ekki bara setla strax að vera á Íslandi, langaði svo mikið að reyna að fá mig áfram út og Finnur var bara ógeðslega heitur fyrir þess, hann bara, já, förum eitthvað og bara finnum eitthvað góðan samning og ég var eitthvað svona alveg, að ég loksins ég átti bara heimili, ég átti lítið barn og ég eitthvað svona, jú, þetta langaði mig að halda áfram að spila, mér finnst þetta er náttúrulega, þetta er draumur í dósa atvinnaðin sé að spila körfubolta og þannig að við eitthvað svona, ok, tökum slaginn, flytjum til Ungverjalands, sæna við lið þar og erum þar í eitthvað 4 mánuði. Allt klikkar, það er bara við fáum ekki launin okkar, við áttum að fá bíl, stelpun okkar átti að fá leikskólapláss og það talaði engin ensku á leikskólanum hennar, þannig að þetta var bara einhvern veginn svona my worst fear var að fara með alla fjölskyldina og eitthvað myndi klikka. Fram að þessu, hinn 4 árunum mín í Evrópu, það aldrei neitt klikka, alltaf laun á réttum tíma, all staði við allt sem að stóð í samningum. Og ég eitthvað svona ekstra, á ég verið að fara með alla fjölskyldina, jú, tökum slaginn og ég hætti niður vasklasinu mínu allt í lagi en já, ég eitthvað svona, jú, tökum slaginn og svo eitthvað klikkar allt, íbúðin glötu það var hita bylgja þegar við mætum 40 hita og ekkert AC inn í íbúðinni og bara næsta morgun bara Finnur fór og fann einhverja hardware stórana og kaupir einhverja viftur bara að reyna, barnið okkar svaf að bleiunni sveitt, sko. Og hún einsás á þessu? Já, hún bara, við giftum okkur um sumarið, hún eins og hálsast þegar við flytjum út. En við gefum svolítið séns og vorum í ykkur 4 mánuði. Svo þegar ég koma heim eftir þetta, þetta var svolítið svona skyndi ákvörðun, ég svona, var náttúrulega ennþá samningsbundin þetta út tímabilið, fannst bara allt einhvern veginn að var ekkert að frétta þarna, það var alveg skemmtileg liðsfélagar, ég þekkti þjálfaran og fílaði hann alveg í botn, en bara allt annað, ég var bara, við getum þetta ekki lengur og ég vorum að koma heim í landsliðspásu og ég einhvern veginn bara sest niður með eigendunum og bara, bara garnjandi, bara please má ég fara, ég vill ekki vera enn lengur. Og þeir hleypa mér heim og við erum akkurat komið í landsliðspásu, það var svona félagsskipta gluggi að loka eftir nokkra daga, þannig ég hef ekkert marga daga til þess að ákveða hvað ég ætla að gera. Sjálfsögðu fyrstu kostur að fara bara aftur heim í Hauka, alin upp þarna, nýbúin að vera þarna, síðan Valur að reyna að fá mig og systir mín að spila þar og líka bara þessi tilfinning að vera ennþá atvinnumaður og vera eitthvað staðar þar sem ég að sanna mig, ekki bara ef ég er frá aftur heim í Hauka og það er þægilegt, þetta er bara minn klubbur og allt svoleiðis, en það var eiginlega svona stærsti kannski hluturinn sem að togaði mig í það að fara sér í Val. Þær hefði aldrei unnið titil áður, mér fannst samt einhvern veginn alveg vera allt til alls að ná þessu svæði til þess að gera eitthvað gott fyrir kvennaköruna og bara mjög freistandi að vera partur af því og þá tekið þessir ákvörðun að fara í Val. Og þið unnu? Já, það gekk vel þar. Það er bara sigurinn eltið þig, það gekk ekki. En hvernig leiðir að fara ekki í Hauka? Það var alveg erfitt, Haukar er bara mitt lið. Þú vissir alltaf að myndir enda þar? Já. Og ég vissi það alltaf, ég myndi enda ferilinn þar, það var ógeðslega skrítið að fara á ásvelli, einhvern veginn fara að keppa á móti liðinu mínu, en ég leið bara líka ógeðslega vel í Val og ég sá fyrir mér 3 ár, 3 titlar aftur heim í Hauka, það var svona planið, það er alltaf að tala ártala vegginn á Hlíðarenda, ég sá fyrir mér bara 3 ártala vegginn, svo get ég farið aftur heim. Þannig að, en mér leið bara ótrúlega vel í Val, sko. Hver var að þjálfa Val á þessum tíma? Fyrsta ára við var Darri Freyr, og síðan tók Ólafur Jónas við. Já. Varst þú samt ekki líka eitthvað aðstoðarþjálfari? Jú, ég var svona aðstoðarþjálfari, bara spilandi aðstoðarþjálfari. Já. Það var bara eins og það, ég eitthvað svona reyndi að hjálpa skilja, en það var svolítið erfitt að vera leikmaður og eitthvað líka. Já, var það ekki? Jú, en maður gæti samt, ég var kunni leikinn vel og svona, maður gæti alveg hjálpa kannski með það. Svona þá hlið. En og svo svo eignastu stelpuna þína númer 2 og svo ferðu aftur í Hauka. Já, þetta var eiginlega þannig, sko, við tökum hann það fyrsta ári í Val, síðan ár 2 gengur allt ógeðslega vel, skellir COVID á og við vorum efstar í deildinni og maður var bara svona ansans, við ætliðum að ná, mjög langa í þess að 3 titla, en þá vorum við finnum bara, heyrðu, ég get drífa bara í öðru barni, það er COVID hvað sem er. Þannig að ég eigna stelpuna mína og klára síðan það tímabilana 2021 með Val á nýskipti síðan yfir. 2021 og svo hættir 2023? Já, kem heim í Hauka og bara eiginlega eftir seinni stelpuna mína þá fram að þessu hafði ferillinn gengið bara mjög vel meiðslalega séð, einhvern veginn lenti aldrei í neinum stórum meiðslum,
og síðan, ég veit ekki, þú veist, maður hugsaði baka núna, maður svona alveg, þú veist, í fyrsta skipti þarna áttu 2 börn, þú veist, líkaminn minn var ekki í fyrsta sæti, þú veist, það eru börn sem voru í fyrsta sæti og já, við fyrum að keppa í Eurocup á hérna Portugal, Asoreyjum og þá rífi Litháen og svona næmir eiginlega bara aldrei, ég er búin að fara í 2 Litháaðgerðir og hnéð eiginlega bara ekki gott í dag sem að þurfti síðan að taka ákveðin að hætta í vetur út af því. Var það sjokk? Já, samt svona, ég held ég að vera smá undirbúin af því ég var eiginlega bara búin að vera meira og minna meidd núna síðustu 2 árin, þannig að maður var einhvern veginn ekki, þú veist, þetta var ekki eins erfitt að venjast í, en það er samt, þetta er samt alveg furðulegt og ég einhvern veginn svona, þú veist, ég var eitthvað svona, fyrsta leikin eftir ég hætti þá var ég eitthvað svona á bekknum með stelpunum, svo eiginlega kúplaði mig bara svolítið mikið út, fannst eitthvað svona, þú veist, ég var ekki lengur leikmaður, þannig að, þú veist, ég veit ekki það að ég er alltaf velkomin og allt það, en það var bara einhvern veginn svona og ég þurfti þetta í sjálf líka bara, herri, ég ætla bara að vera heima og borða kvöldmat með fjölskyldinni, bara sinna þeim í fyrsta skipti, þú veist, 100%. Þannig að maður var bara svolítið datt bara inn í þann pakka, sko. Já, en hvernig finnst þér svona hugsað þú veist, meitt íþróttafólk? Þú veist, finnst þér hérna, það er oft nefnilega að tala að svo er bara fólk meitt og svo bara kontu svo bara aftur þegar þú ert klár eða eitthvað. Er þetta þín upplifun eða? Sko, mér finnst bara því miður, bara ég held að sé fjárhags ástæður fyrir því að það sé ekki nógu vel gert. Þú veist, maður þarf svolítið sjálfur að sækjum, maður þarf svolítið sjálfur, ég meiðist í Haukum og ég bara svona þarf að ringja í formann KK, ég getur hjálp mér að komast í myndatöku. Þú veist, og allt svona, maður þarf einhvern veginn svona, þú veist, og við með sjúkraþjálfari í Haukunum og hann náttúrulega bara starfandi, þú veist, er í fullu starfi, við náttúrulega bara að vera sjúkraþjálfari, þannig að þú veist, bara það að fá tíma er erfitt í drauma heimi og þar sem að þú ert atvinnumæður annarstað eða þú veist að spila annarstað, þá er bara sjúkraþjálfari sem getur séð þig alveg. Mér fannst maður alltaf velkomin, þú veist, það var ekki þannig, en þú veist, þú ert samt alltaf bara eitthvað út í horni að gera þitt á meðan liðið er að æfa náttúrulega. Og svo bara svona, já, þú veist, hvað er að frétta þér? Já, ertu ennþá, ok, já, hvað er langt í því? Ok, flott, þú veist, oft er þetta þannig, sko. Já, það getur verið náttúrulega bara mjög snúið fyrir allavega ungt íþróttafólk að já, þetta er svolítið erfitt. En landslið, hvað, þú er, ég sé 14 ára í fyrsta landsleikniðinu. Sko, 80 landsleikir sem er landsleikjametið, eða voru þeir fleiri? Bara 81. Já, ok, ég sagði bara, kannski er ég ekki að skoða nýjustu fréttina. Fyrsta konan til að spila landsleik í körfubolta með 2 áratuga millibili. Gamla. Það er svona, ég náði þarna, þú veist, búin að vera meidd núna síðustu 2, eða svona meira og minna inn og út síðustu 2 ár. Já. Þannig að já, þetta var svona langþráð draumi sem ég náði núna í nóvember. Já. Að taka metið af Hildi og með 79 leiki. Þetta var svona eina markmiði sem að mér leiðis ég átti eftir að taka. Já, þessir að taka það. Og náði því og slasast í síðasta leiknum. Já, það er bara svona, þetta er svona svo í bíómyndunum. Já. Það fylgir þessu. En hvernig fannst þér svona, þú veist, umgjörðin í kringur landsliðin og þurftu þið að borga til dæmis? Ég var að fara þangað. Já, veist, maður er ógeðslega glaður að þetta er búið að taka miklum framfara skrifum með hvernig þetta var þegar ég byrjaði fyrst í landsliðinu. Við höfum svo sem aldrei þurft að borga aðlandsliðsferð en við, þú veist, höfum aldrei, eða sem sagt, fengum upphaflega ekki neina dagpenninga en eitt svoleiðis. Í dag fáum við greitt svona nokkra þúsund kalla af dag. Já. Sem er samt, eins og ég sagði, þetta mikil framfara skrif en manni langar samt að þetta væri þetta ennþá betra. Já. Og baráttan heldur bara áfram en eins og ég segi, þú veist, mér er samt líka alveg gott að, þú veist, segja samt að, þú veist, það er verið að gera flott starf og, þú veist, KSÍ er bara, þau eru, þú veist, þannig eitthvað starf upp á hilli, þú veist, allir hinir eru bara þarna niður að reyna að berjast að drukna ekki í þessari sundlaug, sko, já, þetta er bara svolítið þannig og þú veist, bara eins og þessi krakkar sem eru í landsliðsverkefnum á sumrin, þú veist, þau geta ekki unnið af því þau eru í landsliðsverkefnum en þurfa síðan að punga út 750 skallið eitthvað yfir sumar bara til þess að fara að keppa fyrir hönd Íslands þannig að þú ert bæði með tekjutap og foreldrænir þurfa að punga út einhverjum pening og svoleiðis þannig að þú veist, það er ótrúlega sorglegt þetta sé svona og þú veist, mann er bara eitthvað svona þú veist, ég finn allavega mjög mikinn meðbyr með kvenna íþróttum í öllum heiminum akkurat núna. Ég þetta fylgist sérstaklega með kvennakörfu og það sem er að gerast í Bandaríkjunum eru þetta bara rosalegt. Já, þeir eru eiginlega bara svona, þú veist, þetta hefur verið svona hægt og rólega gerast. Allt í einu núna erum við að taka risastór stökk
Ég bara veit allt í einu, ég var bara fann að fylgjast með Þú veist hvað Caitlin Clark er sjálfsögðu og svo man ég ekki hvað hinn heitir sem að Angel Reese. Já, mér finnst hún gegg ég elska svona karaktera sko, Caitlin Clark er eitt en hún er svolítið svona, ég ætla að segja bara svona einföld en bara algjör meistari og svo er Angel, hún er með svona attitude og svona þessin er ég þeirri vakt sko, Já, en það, eins og segja, þú veist, ég held að það er allavega, það er mörg og það fylgir, þetta er einhvern veginn bara, ok, þú veist, fótboltalandsliðið, þess að í evróskur fótbolti, kvennalandsliðið í Bandaríkjunum eru búið að vera berjast fyrir, þú veist, equal rights og, þú veist, jöfnum launum og svona, og svo einhvern veginn hægt rólega kemur eitthvað svona súperstjarna, eða súperstjörnur, Caitlin Clark og Angel Reese, og rífi þetta svolítið upp og það einhvern veginn bara allt í einu finnum að fyrir miklu meðbyr, þú veist, allar svona deildirnar út í Bandaríkjunum er að stækka, það er allt í einu bara svona, heyrðu, þú veist, setjum pening í kvennaíþróttir. Af því það er, þú veist, mér stoftin heima, þetta er svo barnalegar umræður, það er allt svona, já, það horfa svo fáir á. Ég veit það. Já, það er líka því að, þú veist, umfjöllinin er minni, heldur hún er hjá kalla. Þetta horfa þá færri af því það er minni umfjöllin. Þetta þarf að vera svona allir saman að lyfta sig upp. Þetta er þetta kannski fjárfesting fyrst en síðan, þú veist, og maður er að sjá þann loksins núna bara, heyrðu, já, ef við setjum peningi í kvennaköruna þá gerist eitthvað geggjað og þetta við þetta bara allar kvennaíþróttir. Já, algjörlega og hann hvað heitir hann, Alexis maðurinn hennar Serena Williams, ertu að fylgjast eitthvað með honum? Sko, hún náttúrulega er að fjárfesta alls konar, en hann er nefnilega líka að gera það og hann náttúrulega á núna 2 dætur held ég og hann er að fjárfesta í alls konar tengt sko íslensku, ekki íslensku, bara kvennaíþróttum og það var til dæmis einhver kvennabar sem opnaði í Bandaríkjunum og hann bara eitthvað, já, heyrðu, við skulum bara bransa þetta og bara, ég held að hann hafi keypt bara 8 viðbót, bara setjum á fleiri staði út allan, þú veist, öll Bandaríkjun og eitthvað þannig að þú veist, það er alveg svona meðbyr og þegar það var verið draftið var ég var sko bara að fylgjast með því og ég, þú veist, hef ekkert verið að fylgjast með körfubolta, svona þannig sé yfir höfuð maður svona bara, þú veist, svona fylgst með alltaf og jú, þegar úrslitakeppnin þá veit maður svona aðeins hvað er að gerast en ég var alveg bara, þú veist, satt á klósettinu á Instagram bara eitthvað, oh my god, já, þessi fór þangað og eitthvað, þú veist, þetta er útrúlega gaman og útrúlega gaman að vera kvenmaður og finna að það er einhver meðbyr að gerast. Já, þetta er alls konar, þú veist, ég las daginn og það var að tala svona girl dad, þessi stelpu pappanir, þú veist, þeir eru okkar bestu vinir akkurat núna, þú veist, eins og Patrick Mahomes, besti gæinn í NFL, þú veist, hann var að kaupa og byggja risastóran stadium fyrir Kansas-liðið sitt, þess að hann á hluta ég held að konan hans Já, konan, ok, en hann er náttúrulega frontar þetta því hann er frægari kannski, en já, þau saman, þú veist, eru þarna en bara þetta, að aðalgæðin í NFL sé bara, þú veist, að lifa fyrir það, eitthvað fótboltalið Kansas, þú veist, kvennafótboltalið, þú veist, það bara þetta gerast allt hægt og rólega eins og maður er búin að vera eitthvað bara svona, þú veist, hvenar, þú veist, eins og launamismunur, hann er svo ógeðslega gigantískur að maður eitthvað bara svona, þú veist, maður heldur áfram með harkinu en vonandi þegar dóttir mín er orðin eldri þá verður þetta betra og maður er alltaf bara, þú veist, bara núna síðustu mánuði hefur þetta tekið svo stór stökk að maður er eitthvað svona, herru, yes, það er eitthvað að gerast. Það væri náttúrulega bara dásanlegt, en það er einmitt svolítið þetta, ég var einmitt á einhverju fundin daginn og ég sagði, herru, við þurfum að minna stelpu pappana á að þeir, þú veist, eru með stórt hlutverk hérna, skilur, þeir þurfa að sko hjálpa bara byrja núna í dag meðan börnin eru ung svo þetta verður kannski nær jafnrétti þegar lengra er komið og ég vann hjá íþróttavörumerki og gerði það var alls konar samning af íþróttafélög og þá var til dæmis eitt lið, knattspyrnulið og þá var þetta eiginlega svona 20-80% skipt. Konuna fengur svona, ég veit, kannski 25% af samningnum einhvern veginn og mér fannst ógeðslega erfitt að vera kona og bara, ég gæti ekkert gert þetta en svo var, þú veist, annarlið sem var bara með allt 50-50% og stelpunni fengur líka íþróttatoppa þannig að fengu eiginlega meira skilur þú veist, þannig að maður er svona alveg bara ok, þú veist, þetta er bara skref og þetta kemur allt en já, þetta maður er alltaf svona spenntur að fylgjast með Women NBA hvað kallar það, WNBA heyrðu, en nú ertu að þjálfa. Ertu eitthvað að þjálfa með landsliðinu núna og svona líka eða? Ég hef verið beðin það, en ég hef ekki svona farið í það ennþá. Á meðan maður var leikmaður líka, þá fyrir allir veturinn í körfuna og landsliðin er á sumrin og ég er bara eitthvað svona,
get ekki gert fjölskyldinu minna að líka vera einhvern veginn uppbókuð öll sömur. Nei. En ætlum maður kannski hellist í það núna svona þegar maður hættir að spila sjálfur. Já, kannski en hvað ert að vinna við? Ég er kennari í í Áslandsskóla í Hafnarfirði og fann það svona fyrir að synka á ferilin, heyrði maður það kannski að gera eitthvað með, var þetta komið í BS-gráðu úr háskólanum, bætti síðan við með MT, Master of Teaching, bara í Háskóla Íslands, núna fyrir 2 árum útskrifaðist ég, þannig að já, nú er ég bara átti ég þetta bara tilbúið þegar ferilin kláraðist, þá gæti ég bara að fara í beint í þetta. Það er frábært, það er mikilvægt og þetta erum við algjörlega mæli með að mennta sig með íþróttum. En þú ert að þjálfa 9. flokk þá? Já. Ok, og ég er náttúrulega með þig og einhverja fleiri mömmur hann á Instagram, hann að ég svona sé að þið fóruð einhverja æfingaferð og búið að ganga vel. Hvað svona, 9. bekkur, þá eru þær 15 ára. Hvað er það svona sem að ég veit ekki, hversu ríl máttu vera við þær á þessum tíma, þú veist, ertu bara svona þjálfaðir eins og það væri nánast í meistaraflokk eða? Sko, ég er búin að vera þjálfaðir núna, þetta er 3. ára mitt með svona sömu stelpunar. Já, ok. Og ég svona, ég er ekki þjálfaðir sem kannski öskrar á þig, en þær fá alveg að vita að við er ósátt. Ég ger alveg svona hörku kröfur, sko. En það sem að gerist þegar maður er að þjálfa í svona íþróttafélagi, þú veist, sem að er stór íþróttafélagi, er þetta, þú veist, með alls konar leikmenn sem er æfa hjá þér, þú veist, þær eru kannski ekkit með draumum að verða atvinnumenn þó að þið langi þú veist, að þjálfa alla, það eru að sjálfsögðu nokkrar með þannig drauma. Þannig að þú ert með svona allan skalan inn á sömu æfingu, þú ert kannski með, ég veit ekki, 10-20 stelpur inn í einu körfuboltasal, helmingurinn ætlar að verða landslýsstelpur, helmingurinn er bara upp á félagsskapinn og svoleiðis. Þannig að þú veist, ég held að það sé líka smá lærdómur sem ég þurfti að taka svona undanfarið, hvernig get ég þjálfað stelpur sem er ekki, þú veist, að ég tengi bara við þessar sem ætla að vera atvinnumenn. Þannig að það er bara eitthvað sem er svona ongoing lærdómur, þú veist, ég er bara alltaf að læra, þú veist, að það er skipta allar jafnmiklu máli og það er eiga allar rétt á því að fá þá þjálfun sem að, þú veist, er boðið við hæfi. Já. Og maður reynir, þú veist, ég bara reynir mitt besta þar. Við vorum saman svona í teymi, ég og Kira Robinson sem er Amerikani sem var að spila með meistaraflokki kvenna. Við vorum saman með 9. og 10. flokk, þannig að æfðum saman. Ég er bara svona meira ábyrgð á 9. og hún á 10. flokknum. Og þannig að maður er bara svona alltaf að læra sem þjálfari. Ég er svona búin að þjálfa í mörg ár og ég held ég hafi alveg margt gott fram á að bjóða, sko. En svona undanfarið og svona þá er maður ofta að hugsa bara svona já, ég hefði getað verið harðari þarna en eins og ég sagði, maður þarf líka svolítið bara að lesa svona persónuna sem maður er með. Sumir höndla bara ekki að láta kannski öskra sig eða þú veist, maður þarf bara svona nálgast fólk mismunandi og já, líka bara því eins og það eru bara mismunandi stað og eru líka kannski bara mismunandi vegferð, sko. Hver eru þau styrkleikarnir þínir sem þjálfari? Ég held kannski einna helst ég geti sett mig svona í þeirra spor. Ég kann leikin ógeðslega vel. Og svona, já, þú veist, þegar við erum að keppa þá er ég oft bara svona, heyrðu, já, við þurfum að æfa þetta betur, heyrðu, já, ég er ekki búin að gera þetta nógu vel. Og svona, og þú veist, og það er bara svona kannski, þú veist, vegferðin sem ég er á með liðinu, þú veist, ég byrja með 12 ára, það eru 15 ára í dag, og ég er svona tími ekki að sleppa þeim alveg strax, þó ég held að sé mjög mikilvægt að vera ekki alltaf með sama þjálfara. En hann langar út til að taka 1 ári viðbútt með þeim, að því að, þú veist, ég er bara strax núna, við töpum í undanúrslitum hörkuleik og ég bara svona, ég hlakast til að byrja að æfa þessu bara strax saman kvöldu við töpum, það bara svona, herri, já, þessi, ég þarf að fara að vinna í þessu með hana, þú veist, herri, við þurfum að laga skoti að þessari, þú veist, alls konar svona hlutir. Þannig að ég held að, já, bara svona metnaður og áhuga sem er líka kannski er styrkleiki sem þjálfari, þú veist, að því að manni langar að hjálpa þeim að ná langt. Þú veist, þú veist, nú ertu með hóp, skilurðu, gefurðu einstaklingunum verkefni? Yfir veturinn minna, en yfir sumrin já, og þá á ég við bara þegar við erum á veturnar, þá erum við kannski að spila 2 í viku, þannig að það snýst rosalega mikið bara um liðið og síðan þegar það koma svona dauðir tímar eða svona þegar koma kannski 1 vika, 2 vikur sem við erum ekki að keppa, þá reynum maður að vinna kannski í einhverju svona slutum. Ég er á, þú veist, endalega samtöl við þær, bara svona, heyrðu, þú veist, nú er skotið, þetta er allt og flatt, við þurfum eitthvað, þú veist, verður að hugsa þetta þegar þú ert að skjóta, olbóin þarf að fara upp, eða eitthvað svona, maður reynir svona einhverja litla hluti, en samt án þess að hafa það mikil áhrif að í næsta leikaðun eftir að klúðræðil skotanum var þeim svo mikið að hugsa eitthvað sem að, þú veist, ég veit mun taka tíma að æfa. Þannig að, jú, bara, þú veist, maður er að skora fólk bara, heyrðu, þú ert bara ekki að spila nógu góða vörn, þú veist, við þurfum bara að fá miklu meiri varnarleik frá þér, þannig að
alls konar svona samtölu eiga sér staði yfir allan veturinn. Ok. Hvernig heldur þeim svona, þú veist, áhugasumum? Helmingurinn með mikinn metnað, eða þú veist, fattar þau, svona stór hlutin alveg bara... Já, meiri sem eru kannski, ég er ekki að segja að sé ekki með metnað, en kannski bara hafa ekki einn stóra drauma. Það eru samt eiginlega líka farnar að mæta bara aukaæfingar og svo leið, sko. Já, svo smittar þetta, sko. Já, þetta gerir það og ég meina þegar þú sér það allir listfélagarnir, heyrðu, þær eru farnar að mæta þannig að miðvikudagsmorgun klukkan 6, ég ætla að mæta líka. Já. Þú veist, þetta er allt svona. Ég meira bara svona ætlar ekki að koma aukaæfingu, eða þú veist, ég veit ekki, ég er ekkert eitthvað svona bara, heyrðu, þú mætir, þetta þarf að koma frá þeim. En já, bara þú veist, ég held ég við alltaf bara látið þær fatta að þú veist, það skiptir miklu máli að æfa aukalega og þegar þær eru að ströggla þá, þú veist, minni þær á bara að þú getur komið 10 mínútur fyrir á morgun og byrja að drippla aðeins áður en æfingi byrjar. Þú veist, alls konar svona bara litli hlutir en annars er ég bara, ég held ég sé líka bara heppin með hóp og svo kannski líka, já, er þetta bara svona umhverfi sem er komið að þeim langar að gera eitthvað, þeim langar að koma að æfa aukalega og svoleiðis. En okkur er þetta ekki að þjálfa meistaraflokk? Góð spurning, það er allir búin að spyrja með því síðasta mánuðin, að því að Haukaþjálfarnir voru að hætta, hvort ég myndi ekki taka við en hérna, ég vissi það ekki einu sinni. Nei, en fyrir mér er þetta bara mér finnst ógeðslega skemmtilegt að þjálfa unglinga af því að þarna ertu bara með eitthvað í höndunum bara sem að þú veist, þú getur hjálpað þeim, gefið þeim réttu tólin og tækifærin til þess að gera eitthvað með þetta á meðan í meistaraflokki ertu meira kannski að viðhalda og þarft að vera að horfa á endalaust af vídeóum og bara ógeðslega tímafrekt, sko, til að be honest. En hvernig eru sumrin hjá körfuboltanum? Sko, það er eiginlega hægt að tala svolítið um það vegna þess að unglingarnir sem eru í landsliðanum eru svolítið bundin í landsliðsverkefni allt sumarið og þar alveg þetta geta ekki verið að vinna í kannski því sem það ætti að vera að vinna í. Þú veist, ég væri til í að það væri bara lift allt sumarið, væri að, þú veist, vinna í einhverju svona veikleikum í staðin ertu eiginlega, þú veist, þau fara á NM, svo fara það EM, svo leið og EM er búið, þá er bara strax aftur liðsæfingar. Þannig að það er svona síðustu ár, þú veist, eins frábært að sé að Ísland sé að taka þátt í þessum mótum, þá hefur þetta alveg áhrif á krakkana held ég. En hérna svona þessi svona, kannski, ég veit ekki, fremstu eða þessi svona mest áhugamestu, þeir hérna finna sér tíma til þess að fara í styrktarþjálfun. En það er það sem að körfubolti snýst, þú getur ekkert verið að getur ekki verið með bulk season eða þú veist, þú getur ekki reynt að safna vöðum þegar þú þarft síðan að fara beint á körfuboltavellin, þú veist, nokkru dögum seinna. Þannig að sumarið á að svolítið að snúast styrktarþjálfun og hérna svona þessa alhliða þjálfun fyrir líkamann sem er síðan hægt að viðhalda yfir veturinn. Þú veist, það er ekki eins og við hættum að lifta yfir veturinn, en það er kannski sjaldnar eða svona í minni skorpum og eitthvað sem væri að viðhalda frekar en að þú ert ekki að fara að bæta sprengikraftin inn í miðju sísunni. Ertu þá með til dæmis 9. flokk? Ertu þá með hann í styrktarþjálfunni yfir sumarið? Í óskastöðu, óskaheimi, þá væri það þannig. Ég, þú veist, er gift styrktarþjálfara, þannig að ég, þú veist, reyni að fá hann til þess að, þú veist, taka þær stundum. En enn og aftur þá snýst þetta oft um peninga. Það hefur eiginlega verið svona freka þannig að hérna, þú veist, að það er bara sem einstaklingar er að sækja í þetta og þetta er eitthvað sem að, þú veist, félagið hefur draum um að bjóða upp á þetta en svo einhvern veginn bara verður aldrei nýtt úr þessu vegna þess að það er en það verið að reyna að borga skuldirnar frá síðasta tímabili eða hvernig sem það er. Þannig að enn og aftur er þetta einhvern veginn svona fjárhægur sem að stoppar draumana, sko. Ok, þannig að í draumaheimi Helenu Sverrisdóttir að þá hérna væru skipulagðar styrktaræfingar á sumrin færri landsliðsverkefni eða einhvern veginn á að eða þú veist ekki dreifaði yfir allt sumarið, það er einhvern veginn, þú veist þau byrja einhvern veginn júní fyrir allur í NM svo fá það kannski 1-2 vikur allir júli, ágúst fyrir síðan í EM svo er náttúrulega bara tímabilið að byrja þannig að það er einhvern veginn, það er ekki mikil tími sem gefst í þetta því miður, sko. Þannig að í draumaheimi miklu fleiri styrktaræfingar ég er ekki að segja að maður vil ekki að spila með landsliðin en það, þú veist, mér finnst þetta óþarfi að vera að taka 2 verkefni sem taka allt sumarið. Hvernig styrktaræfingar gerir þið? Sko, mikið af hoppum, svona plyometrics eða svona snerpuæfingar, stökkrastæfingar og síðan bara svona alhliða styrkur, þú veist, ólympískar lyftingar, þú vilt auðvitað vera svona alltaf fljótur á fótunum en þú þarft líka einhvern veginn að geta tekið högg og verið sterkur fyrir. Þannig að svona allavega svona síðari ár eftir sem að svona styrktarþjálfarinn hefur bara orðið miklu betri þá einhvern veginn svona finnst mér að sé miklu meira þetta, miklu meira hopp og svona styrk út frá einhverjum æfingum, ekki bara að sitja og lyfta lóðum, skilur, maður einhvern veginn það er allt svona, þú
þú veist, í hreyfingum sem þú væri kannski að taka sem körfuboltamaður. Já, svona meira functional, þú veist, eitthvað sem að nýtist actually á vellinum en ekki bara pumpi í þess að vöðva, sko. Akkurat. Einmitt, það náttúrulega alveg frábært. En svona körfuboltinn í dag versus fyrir nokkrum árum, mörgum árum, þegar þú ert að byrja eitthvað, veist, hann hraðari núna eða? Já, ætli að sé ekki, þú veist, en aftur ég með svolítið lélegt minni, en ég held samt við getum sagt að það sé meiri íþróttamenn í dag. Já. Krakkar hafa einhvern veginn, þú hefur allt í höndunum til þess að gera eitthvað með þetta, þú veist, þú getur sótt í þekkingu, þú getur verið að fá liftingaprógram eða fara í, þú veist, þjálfun eða hvernig sem það miklu fyrr. Þau eru náttúrulega bara með síman bara, þú veist, maður getur skrifa bara YouTube, 20 mínútna körfuboltaverkát og þú veist, bara ítt á play og byrja að gera það sama og þeir eru að gera. Þú veist, þetta var ekki til þegar ég var, þú veist, að alast upp eitthvað, þá var maður bara sjálfur að reyna að gera eitthvað sem maður hélt að væri rétt eða var að fá þjálfara til þess að þjálfa mann, sko. Þannig að já, ég myndi nú að segja það að við séum að taka framfæri skref, sko. Ok. Bara svona aðeins í lokin, hvað gerur þú fyrir utan körfubolta? Tala körfubolta ég brenni bara fyrir þessa íþrótt, mér veist þetta bara, þú veist, þetta bara búið að gefa mér ansi margt og mitt líf, bara ég og Finnur erum bara óhrædd við að viðurkenna það að þeirra þetta er náttúrulega bæði mjög já, hann elskar körfubolta, ég elskar körfubolta, þú veist, Emma, litla dóttir okkar, hún er 30 ára og þú veist, hún verður bara reið út í mig ef ég fer ekki með hann í Haukási á hverjum degi, hún er með svona litla körfu og bolta sem við draugum alltaf fram og hérna þú veist, það er bara ósatt, þannig að þær eru bara einhvern veginn aldar upp í íþróttahúsinu og já, en fyrir utan það finnst mér rosalega gaman bara að ferðast og vera bara með fjölskyldunni, sko, ég er voðalega svona róleg, bara elska að vera bara heim hjá mamma og pappa og allir koma að fanga og bara stórpallur og útisvæði og svona, bara mjög næs. Hvað myndir þú segja, þetta er lokaspurningin, hvað myndir þú segja að stæði upp úr bara á þínum körfuboltaferli? Ég skal kannski leyfa þér að taka 2 atriði, það er örugglega erfitt. Sko fyrsta lagi er bara það sem það hefur gefið mér, þú veist, háskólamenntun í Bandaríkjunum, fá bara þetta tækifæri til þess að vera þar á skólastyrk og síðan sem atvinnumaður og síðan bara allir félagskapurinn, þú veist, í alvörinu stendur ekki upp úr einhver Íslandsmeistaratitill árið 2000 og þetta eða eitthvað, þú veist, það er einhvern veginn bara auðvitað maður óslega stoltur af afrekunum en þetta er miklu meira bara það sem að íþróttin hefur gefið mér félagslega og líka bara, þú veist, þroska mig og bara, þú veist, móta mig sem manneskju. Þetta var alveg mjög gott svar hjá þér hjá kennaranum. Herðu, þakka kærlega fyrir að koma og segja okkur aðeins frá og hleypa okkur aðeins inn í körfuboltaheiminina Helenu. Já, takk fyrir að fá mig. Já, takk fyrir að hlusta og áður en að þessu líkur þá ætla ég að þakka samstarfsaðilum Klefans kærlega fyrir samstarfið Útilíf, Hafið fiskverslun, Gút og Heilsuhillan. Eigið góðan dag. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Klefinn með Silju Úlfars.